hagkvæmar byggingar og starfsemi. Ráðstefnusalur af þessa stærð myndi gerbreyta forsendum þess að laða hingað stærri ráðstefnur uppákomur. Á svæðinu vestur núverandi lóð Strakta hugmyndin að reisa í austurhlíð hæðarinnar nokkuð nýstofur gistihús með gegnsæju þaki þar sem njóta mætti meðal annars norðurljósa og stjörnudýrðar himinsins. Væri þar að ræða nýjung í ferðaþjónustu á svæðinu sem trúlega mikill áhugi fyrir. Byggðarlag tekur jákvætt í erindi Hreiðars. Byggðarlag leggur til að núverandi lóð verði stækkuð til vesturs og ný lóð verði stofnuð að sunnanverðu. Byggðarlag áréttar að gera þar nauðsynlegar breytingar að deiliskipulagi fyrir svæðið ef áform umsækjenda verða veruleika. Tillaga að sveitarstjórn samþykki á núverandi lóð að Rangárgötu 4 verði stækkuð til vesturs og ný lóð verði stofnuð sunnan við Rangárgötu 4 og henni úthlutað til Mosfells fasteigna í Haf til bygginga á meðal annars ráðstefnusal, málinu vísað til skipulags- og umhverfisnefndar til frekari útfærslu. Er ég laust? Margir þakka. Já, takk fyrir. Eitt sem ég velti fyrir mér, ekki rétt muna hjá mér að Mosfell fasteignir eru einnig með lóðina fyrir framan Strakta. Það er bara eitt sem við flaug í hug núna. Einhver byggingar áfram á henni? Þurftum við ekki að kanna það svolítið? Og ég velti líka fyrir mig hvort það sé rétt hjá okkur að úthluta lóðinni strax, hvort við megum það, verðum við ekki að auglýsa lóðina? Hvort að við eigum að sleppa þessu hérna í þessari tillögu afgreiðslu að við úthlutum henni strax, mér finnst sjálfsagt að stofna lóð, en ber ekki sveitarfélaginu að auglýsa allar lóðir. Getum við úthlutað þeim svona beint og líka hvort það sé ráðlegt að úthluta ef hann nú þegar með, ef þetta fyrirtæki nú þegar með eina lóð sem óbyggð, hvað megum við úthluta fyrirtæki margar lóðir á þess að gera nokkuð á þeim. Svona vangavelta. Takk. Já, og ég get svarað þessu að sem sé úthlutunarreglunar okkar gefa alveg færi á því að við úthlutum lóðum í undantekningatilfellum á þess að þessu auglýstar. Það gera ráð fyrir því. Og ég held að umræðan í byggðaráði, ef ég man rétt, hafi líka verið þannig að þarna þetta bara ákveðin hugmynd í gangi sem tengist þessu hóteli og pínulítið stendur og fellur með því. Þannig að okkur heimilt að úthlutinni, það held ég að sé alveg hreinu. En það auðvitað hægt að gera það öðruvísi og auglýsa og þannig, en það líka hægt bara að ákveða að þetta sé gert í þessum tilgangi. Síðan það rétt að lóðinni fyrir framan hérna hótelið, sem sé norðanmegin, henni var úthlutað á sínum tíma, þar hefur ekkert verið byggt. Þar voru upphaflega áform svona, hvað ég var að segja, kannski ekki alveg niður njörfuð, en hugmyndirnar sneru að bílaleigu og einhverju slíku. Það hefur ekkert orðið úr því og það auðvitað bara alveg eðlilegt að það sé endurskoðað þegar ekki hefur verið neitt byggt á viðkomandi lóði á hvern tíma eins og við höfum gert. Við höfum reyndar yfirleitt ekki tekið lóðið tilbaka nema að það sé komin áhugi fyrir bara hjá annara til að fara að gera eitthvað á þessum viðkomandi lóðum. En okkur heimilt að taka lóðina hvernig sem er. Það alveg hreina línur samkvæmt okkar reglum. Já, Tutti, var ótutti. Ég ætla bara að vera svolítið sammála báðum þetta, gæta varaðar í hérna, með úthlutunina, en svo líka, eins og sveitarstjóri sagði, þá þetta kannski þess eðlis að viðbyggingi tengist alveg beint og hann að fara í með áform að gera eitthvað, viðbyggingu og annað, þannig að það myndi sjálfsagt flokkast undir það að geta talist alveg eðlilegt að úthlutunum á þeim forsendum að væri tengist bara hans uppbyggingu. En ég bara líka átt að, þetta tillaga, þetta kynning eða þetta hérna sem við nú tala núna? Hreiðri? Nei, þú veist, eins og þetta er frá byggðaraða náttúrulega? Já. Er þetta til einhverju staðfestingar eða er þetta? Já, við náttúrulega bara... Já, bara staðfesti þetta. Já, þetta þá tillagan? Já, þetta er tillagan, já. Já, sér þannig uppi. Ágúst. Já, þarna kemur tillagan, já, hún ekki með hérna. Já, ok. En takk fyrir Jónas. Já. Ágúst.
Já, og mér langar að segja til viðbótar bara til að mín skoðun er svo að það eigi að tengja þetta saman í þessu tilfelli. Það eigi að segja að við ætlum að stofna lóð og við ætlum að úthlutinni í þetta verkefni. Það er mín skoðun. Og fyrir það fyrsta þá hefur þessi aðili náttúrulega bara byggt mjög mikið hérna og hann hefur staðið við sínar áætlanir í flestu, ef ekki öllu, og þannig að við höfum góða reynsla af því og síðan líka að hérna erum að ræða held ég bara gríðarlegt hagsmunamál við þetta svæði. Að ef að það verður virkilega að veruleika að við fáum 500 manna ráðstefnusal, þá skiptir það bara alveg óskaplega máli fyrir okkur hér. Og ekki bara þetta hótel, þetta fyrir samfélagið og fyrir aðra ferðaþjónustaðar og svæðinu, önnur hótel og veitingasala, þannig að þetta er stórkostlegt framfaramál fyrir okkur hér og í rauninni fyrir Suðurland og bara sko út á landi, vegna þess að svona aðstæða er bara ekki til. Takk fyrir það. Takk eftir þetta máls. Já, ég er svo sem ekki mótfallin þessu, ég bara vildi vekja athygli á þessu. Jafnframt held ég að við þurfum kannski að taka svolítið brýningu til okkar, eða sveitarfélagi þarf að taka svolítið á því einmitt að ef við aðilar fá úthluta lóðum og hefja ekki framkvæmdir á þeim, að þá séu þær, þú veist, hvað er ekki, talað um framkvæmdir innan árs, að þá séu þær bara rauninni automatist teknar tilbaka því að við eigum ekkert ógurlegt magn af svona lóðum. Þannig að það er að gera að svona vera svolítið vakandi með það, að taka þær þá og hafa þær þá auglýstar á heimasíðu bara einmitt til þess að stuðla að uppbyggingu í sveitarfélaginu. En ég get alveg sest á þetta og ég er ekki mótfallin því að afhenda ánum þetta. Það er viðkomandi fyrirtæki. Þannig að, takk. Já, góði punktar að maður geta og það er einmitt með þetta í huga að þá ákvaðum við að stækka ekki bara þessa lóð sem hann er með, sko, heldur stækka hann aðeins í vestur og búa síðan til nýja sunnan við. Það sé ekki ein lóð, sko, þá er miklu einfaldara fyrir okkur að eiga við það, sko, ef það verður ekkert af framkvæmd eftir hann. Óttuði, já, sko, ég held að það náttúrulega hljóti bara að þurfa eiginlega að setja svona vinnureglur sveitarfélagið sko, fólk getur fengið lóðir og fyrirtæki og það er bara einhver ákveðin tími ef þú gerir ekkert þá bara sjálfkrafa rennur þetta út og það eigi bara, þegar þessar reglur eigi bara að vera alveg ljósar þegar þú sækir þá veistu að þú hefur þennan tíma og svo er lóðin bara farin inn. Af því að það ýtir undir þá og menn það hefur ekki verið að sækja lóðir og ætla sér ekki að fara að gera neitt. Ég veit til þess að það hefur verið gert, sko, að það hefur tengt lóðið tilbaka, þannig að það er alveg... Já, en ef þetta er skýrt og þetta er bara regla, þá bara kemur lóðin sjálfkrafa inn, hún er ekkert, þá bara vita menn að hverju þeir ganga bara strax. Og þá eru það bara leikreglur sem gilda alla. Já, ég held að þetta sé bara mjög góð umræða á þetta en það er í rauninni við erum með sjálf og sér reglur þetta þannig að við getum alveg beitt þessu ákvæði. Það er eins og þannig að ef að menn greiða ekki þau gjöld sem að fylgja viðkomandi lóð innan ákveðins tíma þá rennur hún beint tilbaka. Þá er bara það búið. En ef menn greiða þau gjöld sem lögð á sem eru auðvitað bara þó nokkur, að þá gerist auðvitað þannig að við þurfum að endurgreiða þessi gjöld. Kannski hefur það ekki verið mjög mikið fylgt eftir út af því að ef það er ekki annar sem vil fara að byggja að þá er þó allavega þessi aðili með þessa lóð og þetta er orðið fasteign í rauninni sem hann hefur greitt fyrir lóðulegu samningurinn en reglurnar eru samt skýrar hvaðan þú átt að vera byrjaður að byggja og það er alveg hægt að fylgja því eftir í sjálfu sér. Ég tel ekki að þetta sé vandamál. Við getum alltaf gert þetta þegar
þess þarf en auðvitað gæti hentað okkur þegar að mikil ásókn í lóðir að geta auglýst og sagt hérna eru lóðir og lausar. En þá þýðir það leið ákveðin útgjöld fyrir sveitarfélagið, ég er bara að benda á það. Það þarf að greiða þetta tilbaka. Stundur var einhver búin á. Já, ég held hún skiljanlegt að hann hóteleigandi vilji nú eiga lóðina þarna fyrir framan húsi, maður sé nú ekki alveg saman hvað kæmi þar fyrir framan, sko, þannig að það er svona eðlilegt kannski að hann hefði fengið þá lóð að haldinni og hann sé ekki gera akkurat eitthvað á, mér finnst það nú bara nokkuð eðlilegt með að við staðsetningun á lóðinni, maður myndi ekki vilja fá hvað sem er þetta fyrir fram og þetta, já, bara ítrekka það, mér finnst þetta bara svona, þetta er kannski einhvern frávik en ég þekki það ekki alveg í Kjölni, ég er bara treysta því sem sveitarstjóri segir að þetta samræmist alveg okkar, sem sagt, úthlutanar reglum, þannig að ég finnst þetta bara mjög gott mál, þannig að það stýða heils hugar. Og þetta, já, sko, ég taka það fram, ég er alls ekkert á móti því að hann fái þessa lóð þarna á bakvið og haldi áfram uppbyggingu, en ég er bara að pæla í svona að séu bara einhverjar leikreglur sem sé fylgt og hérna ég sé það ekki til dæmis að ef ég er lóð hér til þess að byggja á og svo byggi ég ekki innan ákveðins tíma en ég er búinn að borga mér í fasteignagjöld fyrir þennan tíma sem ég er með lóðina og þá sé ég ekki að ég eigi að fá það endurgreitt þó að ég standi mig ekki í að byggja á því sem ég er búinn að sækja um. Mér finnst það ekkert eðlilegt, ég á náttúrulega bara að bera af því kostnað að vera með lóðina ef ég ger ekkert með hana. Af því að ég er þá búinn að á þeim ákveðna tíma þá er ég búinn að hindra í raun og veru einhvern annan ef einhver annar hefði haft áhuga á lóðinu. En ef það tekin á miðju ári eða sem sagt á einhverju miðju fasteignatímabili og þá kannski er hægt að skoða það hálft árið eða einhverja mánuði en ef þú gerir ekkert úr það ef að tímarammin er bara ákvæða, hann getur verið 1 ár, hann getur verið 2 ár þá er þetta bara reglur sem þú gengur að þú verður þá að annarkvort að endurnýja eða tala við og koma þá með einhver föst plön. En mér finnst bara að þetta sé bara svona gagnsætt og eðlilegt að þið eru bara skýrar leikreglur og eftir þeim verður bara farið. Takk fyrir það. Þetta er allt góðir punktar sem að koma þetta fram, fínt að fá á samræðu. En já, ég ætla að bera þessa tillögu til samþykktar. Það þurfi ekki að samþykkt þessa tillögu gefa merki. Þetta er samþykkt samhljóða. Liður 3.8 þjóðkvæður á miðhálendinu með fylgjandi umsögn miðhálendisþjóðkvæð var sendin í samráðsgátt stjórnvalda fyrir hönd sveitarstjórnar ákvæðum sveitana. Það er lagt fram til kynningar. Tillaga er að sveitarstjórn staðfesti umsögn miðhálendisþjóðkvæð sem send var inn í samráðsgátt stjórnvalda. Ágúst. Já, og ég bara skýra út sem ég bara að rifja upp að þetta var á milli funda. Já. Þannig að þetta var svona samráðum að senda þetta inn en sveitarstjórnin hefur ekki staðfesta, það er kannski eðlilegt að það sé gerst. Þess vegna þetta hérna núna og þetta er einhver liðið. Var það röst eða áfengur? Já, hún hefði mátt vera ennþá ákveðnari gegn þjóðgarðinum. Að mínu áliti. Já, ég sé ekkert gott við að stofnanavæða miðhálendið úr Reykjavík. Takk fyrir það. Ágúst. Já, og ég vekja athygli á því að það er náttúrulega ekki allir sent inn umsögnir, bara í sínu nafni líka. Og auðvitað á þetta mál eftir að koma fyrir aftur og þegar ef þetta á að fara ekki um Alþingi þá fáum við náttúrulega þetta til umsagnir.
En þetta snýr sem sé þessari samráðsgátt sem áður heldur með frumvarpi lagt fram. Og það er ekki komið lengra í rauninni. Þannig að það þá möguleiki á að vera með umsagnir bæði sveitarstjórnin okkar og síðan bara hver veit. Takk. Takk fyrir það. Það er alveg samt komist nokkuð vel til skila það sem að við höfum okkur stendur í þessari auglýsingu. Þeir sem geta samþykkt þetta tilmerki, það er samþykkt samhljóða. Og þá er liður 4, skipulags- og umferðarnefnd Rangárþings ytra. Ég seti umfjöllunar einstakar liði en fylgdi ekki öðru liti staðfest og ég les þetta að venju bara upp og þið stoppið mig ef að þið viljið eitthvað til okkur þetta sem einstök mál. Liður 4.1, Hákot landskipti, Gljáinn, niðurstaða skipulags- og umferðarnefnd Rangárþings ytra. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við ákvörðun landskipti né fyrirhugað heiti á lóðinni. Til var að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og það er samhljóða. 4.2, Fögruvöllur landskipti, niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar Rangárþings ytra. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áformuð landskipti né fyrirhugað heiti á lóðinni. Til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og það er samhljóða. Vatnskot 1 landskipti, niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar Rangárþings ytra. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áformuð landskipti né fyrirhugað heiti á lóðinni. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og það er samhljóða. Liður 4.4, Minnivellir landskipti, niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar Rangárþings ytra. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áformuð landskipti né fyrirhugað heiti á útskiptri spildu. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og það er samhljóða. Liður 4.5, Leynir mat á umhverfisáhrifum, niðurstaða skipulags- og umferðarnefnd Rangárþings ytra. Umrætt svæði er á skilgreindu fjársvæði vatnsverndar samkvæmt aðalskipulagi Rangárþings ytra 2016-2028. Nefndin telur að greinilega sé brugðist við þeim áhrifum sem umrædd framkvæmd kunni að hafa á umhverfi sitt með þeim hætti að ekki verði neikvæð áhrif að ræða. Skipulagsnefnd telur að fullnægjandi grein sé gerð fyrir framkvæmdinni á framlagðri greinargerð með tilkynningunni. Umhverfisáhrif hafa verið lágmörkuð með fullnægjandi mótvægisaðgerðum og vöktun. Skipulagsnefnd telur því að umrædd framkvæmd skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og það er samhljóða. Liður 4.6, Leynir 2 og 3 stöðuleiði fyrir salernishús. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar Rangárþings ytra. Skipulagsnefnd leggur til að stöðuleyfi verði veitt fyrir 4 salerniseiningar frá 1. mars til og með 31. október 2020. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og það er samhljóða. Liður 4.7, Lyngás umferðarmál. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefnd Rangárþings ytra. Skipulagsnefnd telur að mesta öryggis sé gætt með einni tengingu frá Suðurlandsvegi að aftan við núverandi lóðir. Nefndin tekur undir með vegagerðinni að aðkomuvegur skuli vera vestan við lóðina Lyngás 5. Nefndin leggur til að kalla verði eftir fullu samráði á milli lóðarhafa, sveitarfélagsins og vegagerðinnar og er vonast eftir að ný aðkoma líti dagsins ljós eins fljótt og unnt er. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og það er samhljóða. Steinskála 49 ökutækjaleiga, liður 4.8. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefnd Rangárþings ytra. Skipulagsnefnd telur að húsnæði Steinskálar 49 geti alveg hýst ökutækjaleigu og gerir því engar athugasemdir við áhuga umsækjenda. Bent er á að lokaútlit hefur ekki farið fram á umræddu húsnæði. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og það er samhljóða.
Liður 4.9 Landmannalegar mat á umhverfisáhrifum. Niðurstaða skipulags- og umhverfisnefnd Rangárþings ytra. Skipulagsnefnd samþykkir fyrir sitt leyti tillöguna og leggur til að sveitarstjórn að hún verði samþykkt og send til Skipulagsstofnunar samanber lög mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 og reglugerð mat á umhverfisáhrifum nr. 660/2015. Tillögur sveitarstjórn staðfestir beiðni skipulags- og umhverfisnefndar. Og það samþykkt samhljóða. Liður 4.10 Hagakrókur deiluskipulag. Niðurstaða skipulags- og umhverfisnefndar Rangárþings ytra. Skipulagsnefnd samþykkir að veita heimild til deiluskipulagsgerðar. Lýsing skipulagsáforma verði kynnt samkvæmt grein 5.2.4 í skipulagsgerð. Frestur til ábendinga og athugasemda skal vera 2 vikur frá auglýstum degi. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umhverfisnefndar og það samþykkt samhljóða. 4.11 Svínhagi 3 deiluskipulag. Niðurstaða skipulags- og umhverfisnefndar Rangárþings ytra. Skipulagsnefnd samþykkir að veita heimild til deiluskipulagsgerðar. Lýsing skipulagsáforma verið kynnt samkvæmt grein 5.2.4 í skipulagsgerð. Frestur til ábendingu og athugasemda skal vera 2 vikur frá auglýstum degi. Varðandi sýnda aðkomu að lóðinni frá Þingárskálavegi telur nefndin það illmögulegt að hún nái að uppfylla ýtrustu fjarlægðarkröfur veghönnunar sökum staðhátta og telur að álit vegagerðarinnar þurfi að liggja fyrir áður en tillagan verður kynnt. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umhverfisnefndar og það samþykkt samhljóða. Liður 4.12 Gíslholt deiluskipulag. Niðurstaða skipulags- og umhverfisnefndar Rangárþings ytra. Skipulagsnefnd samþykkir að veita heimild til deiluskipulagsgerðar. Nefndin telur ekki ástæðu til að kynna lýsinguna sérstaklega. Nefndin samþykkir framlagða tillögu og leggur til að hún verði auglýst samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umhverfisnefndar og það samþykkt samhljóða. Liður 4.13 Jarðslaðir umsókn skipulag frístundasvæðis. Niðurstaða skipulagsnefnd Rangárþings ytra. Skipulagsnefnd leggur til að veitt verði heimild til að leggja fram deiluskipulag af frístundasvæði og landi jarðstaða. Nefndi samþykkir framlagða lýsingu og telur ekki þarf á að kynna hana þar sem áform hafa verið þekkt í langan tíma með skilgreiningu núverandi landnotkunar í aðalskipulagi. Nefndin samþykkir því fyrirliggjandi tillögu og leggur til að hún verði auglýst samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Nefndin telur jafnframt rétt að gerða verði breytingar á afmörkun frístundasvæðisins í aðalskipulagi og felur skipulagsfulltrúa að ganga frá þeirri breytingu samhliða ferli deiluskipulagsins. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umhverfisnefndar. Það samþykkt samhljóða. Liður 4.14 Þjóðsæi breyting á landnotkun. Niðurstaða skipulags- og umhverfisnefndar Rangárþings ytra. Skipulagsnefnd telur að breyta þurfi forsendum fyrirhugaðar breytingar þar sem áform voru að lóðir yrðu afturfærðar til landmannanota. Vegna þess hversu lítill hluti lóðarstærðar innan Rangárþings ytra í að skilgreina svæði sem íbúðasvæði, sér í lagi þær lóðir sem liggja meðfram Suðurlandsvegi. Leita skal álits skipulagsstofnunar á því hvort sama eigi við aðrar lóðir sem ná 2 hektara stærðarmarki, svo sem lóðnum 21 og 33. Öðru leyti til nefndin að búa sig uppfylla kröfur skipulagsstofnunar og samþykki því gögnin með fyrirvörum skilgreiningum hér ofan. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umhverfisnefndar.
og það samþykkt samhljóða. Liður 4.15 Minnóholt deiliskipulag íbúðalóða. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar Rangárvallasýslu Sytra. Það álit skipulagsnefndar eftir að hafa farið yfir álit lögfræðings sveitarfélagsins að gera þurfi breytingar á landnotkun fyrir umrætt svæði. Þar sem núverandi landbúnaðarsvæði verði gert að íbúðabyggð. Tillaga deiliskipulag hefur verið uppfærð að teknu þessu tilliti og einnig liggur fyrir tillaga breytingu á landnotkun. Skipulagsnefnd samþykkir framlagðar tillögur og telur rétt að þær verði auglýstar að nýju. Tillaga að sveitarstjórn samþykkti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Og það samþykkt samhljóða. Liður 4.16 Jarðstæða deiliskipulag. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar Rangárvallasýslu Sytra. Skipulagsnefnd telur að búið sé að bregðast við öllum framkomnum athugasemdum og leggur til að tillaga verði send skipulagsnefnd stofnun til afgreiðslu. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Og það samþykkt samhljóða. Liður 4.17 Svínhagi L6A deiliskipulag. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefnd Rangárvallasýslu Sytra. Skipulagsnefnd fjallaði framkomna ábendingar og athugasemdir og telur að búið sé að bregðast við þeim í meðfylgjandi tillögu. Nefndin leggur til að tillaga verði send skipulagsnefnd til endanlegrar afgreiðslu. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Og það samþykkt samhljóða. Liður 4.18 Grásteinn deiliskipulag. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar Rangárvallasýslu Sytra. Rangárvallasýslu Sytra sendi deiliskipulag Grásteins til skipulagsstofnunar til yfirferðar samkvæmt 1. málsgrein 42. grein skipulagslaga með bréfi dags 18.11.2019. Skipulagsstofnun kom á framfæri athugasemdum við deiliskipulag með bréfi til sveitarstjórnar dags 11.12.2019. Þær lutu einna helst að vegi sem í sameign eigenda lögbýlina Fagurhóls og Grásteins. En samkvæmt eyjafjallaskipulagi samþykktu af sveitarstjórn gert ráð fyrir aðkomu þann veg. Í innsendum athugasemdum íbúa Fagurhóls kemur fram að þeir telji að samþykki þeirra þurfi til eigi að hafa sameigna veginn innan deiliskipulagssvæðisins sem vegna fyrirhugaðar aðkomu veginn. Skipulagsnefnd vill árétta bókun frá 19. fundi nefndarinnar 11. nóvember 2019 sem var staðfest á 15. fundi sveitarstjórnar 14.11.2019 en með henni var litið svo á að innsendum athugasemdum hefði verið svarað með fullnægjandi hætti og var umsókn send til hlutaeigandi. Ekki ágreiningur að umræddur vegur í sameign framangreindra aðila. Skipulagsvaldið hjá sveitarstjórn sem heimild að skipuleggja land innan sinna staðarmarka. Það er ekki eins og hér stendur á forræði skipulagsvalda að taka aftur til einkaréttarlegs ágreinings varðar réttarstöðu tengdum umræddum vegi. Slíka deilu verða aðilar að leysa á öðrum vettvangi. Skipulagsnefnd samþykkir að leiðrétta afmörkun skipulagssvæðisins í deiliskipulagi Fagurhóls í samræmi við afmörkun deiliskipulags Grásteins. Nefndin vill árétta að framlagt deiliskipulag nær einungis að landmörkum Grásteins. Að mati skipulagsnefndarinnar hefur öðrum atriðum verið fullnægt og leggur nefndin til að tillagan verði send skipulagsstofnun til endanlegrar afgreiðslu. Og Já, þetta kannski bara upplýsa varandi þetta mál að þá sem sé kom inn bara í dag sem sé gögn sem bárust í rauninni sveitarstjórn. Það var ekki tími til þess að senda það út fyrir fundin en ég bað eins og tíminn var skammar, þetta var núna bara 2 klukkutími fyrir fundin.
Ég baði sem sé skipulagsfulltrúa að gera minnisblað fyrir okkur sem að liggur fyrir þessu fundi og ég get kynnt núna. En síðan auðvitað ef við viljum bara kynna okkur þetta mál frekar áður en við tökum þá ákvörðun það, þá auðvitað að gera fundarhlið og fólk getur bara kynnt sér gögnin. Því að það skipulagsfulltrúi að leggja til að þessu verið frestað til næsta fundar. Í ljósi þess að komin í ný gögn. En minnisblaðið ekki rétt að ég bara varpi því hérna upp. Þannig að það náttúrulega, þið hafið það í rauninni ekki í fundagögnum eins og þannig að þá getum við ákveðið hvort að það þá gert fundarhlið eða hvað. Á ég að lesa þetta? Það að stækka þetta. Já. Það svona eins og það Já. Ég les þetta bara með leyfi fundarstjóra. Bréf barst frá ábúendum Fagurhóls dagsett 12.2.2020 þar sem gerðar eru athugasemdir við efnislega atriði varða skipulag sameignar lands á milli Grásteins og Fagurhóls. Sjá afgreiðslu skipulagsnefndar frá fundi þeirra 10.2.2020. Erindi býður staðfestingar sveitarstjórnar. Þar sem úrlausn slíkra mála ekki á forræði skipulagsyfirvalda heldur gæti verið einkaréttarlegan ábyrgðing að ræða sem gæti haft áhrif á hagsmuni beggja aðila hefur verið kallað eftir áliti lögmanns sveitarfélagsins að nýju. Að því sögðu leggur skipulagsfulltrúi til að afgreiðslu sveitarstjórnar á viðkomandi erindi verið frestað þar til lögmanns sveitarfélagsins hefur skilað áliti sínu framkomnar athugasemdir. Takk fyrir það. Og upplýsa það líka, þess að ég satt þennan fund með lögmanni þá og hann telur að það sé eðlilegt að fresta málinu og það séu ekki, þá verður það að ganga á hlutneins, heldur að það sé óhægt að fresta því. Upplýsi það. Takk fyrir það. Ingu? Já, ég ætlaði nú bara að segja það, ég sé hérna okkur hefur aðeins orðið á í messunni við sko á fundinu hjá skipulagsnefnd sko við segjum sko það kemur þarna nefndin vill árétta að framlagt deiliskipulagi nær einungis að landamörkum Grásteins. Ég held við höfum það meiningin hafi verið svo að þetta deiliskipulag geti eingöngu komið að sem sagt verið að innan landamerkja Grásteins. Það getur verið. Það var meiningin á bakvið þessa samþykkt sko. Held ég að sé rétt farið leiðréttið með þá. Stund? Ekki bara sjálfsagt að fresta þessu? Jú. Þá tillaga að fresta erindum til næsta fundar sveitarstjórnar. Þeir sem geta samþykkt bímir. Samþykkt samhljóða. Liður 4.19. Lambhagi. Landarbank. Á ég að víkja fundi eða hvernig? Tók það ekki þátt í afgreiðslu í skipulagsnefndar? Nei, þú bara ef að þér finnst það þægilega þá fór að þessu. Já, er það ekki bara við hæfi? Þetta er ekki umdeilt. Nei, það er bara gott. Þá liður 4.19. Lambhagi breyting á deiliskipulagi. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar Rangárvalls Ytra. Skipulagsnefnd staðfestir að óverulega breytingu á deiluskipulagi er að ræða og felur skipulagsfulltrúa að senda inn tillögum til auglýsingar í B-deild stjórnartíðinda. Tillögum að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhljóða. Mikið annað samþykja þetta. Þú ert ekki alveg fram. Það var bara inn hínum meginn fram. Það var liður 4.20 aðalskipulags Skaftárhrepps, niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar Rangárvalls Ytra. Skipulagsnefnd gerir engar athugasemdir sjálfa lýsinguna en áskilur sér rétt til frekari umsagna á síðari stigum skipulagsferlisins. Tillögum að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhljóða. Það voru liður 5. Íþrótta- og tómstundanefnd. Vísaði til umfjöllunar einstakar liði en fundakinn öðrum hluti staðfest.
5.2 heilsueflandi samfélag. Niðurstaða íþrótta- og tómstundanefnd. Sveitarfélagið hafi sent inn umsókn til landlæknisembættisins að vera heilsueflandi samfélag. Stefnt að undirskrift með landlækni og sveitarstjóra í byrjun mars og kynna á sama tíma íþróttamann ársins 2019. Drög lögðu fram að dagskrá viðburða heilsueflandi samfélags fyrir árið 2020. Tillaga gerð að stýrihóp sem verður lagt fyrir næsta sveitarstjórnarfund. 5 einstaklingar eru tilnefndir. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun íþrótta- og tómstundanefndar og að eftirtalin myndi stýrihóp heilsueflandi samfélag. Og þau eru Sigríður Hannesdóttir fyrir hönd eldri borgara, til vara Jón Ragnar Björnsson. Árbjörg Sunna Markúsdóttir fyrir hönd ungmennaráðs, til vara Goði Nýr Guðjónsson. Ástþór Jón Ragnheiðarsson fyrir hönd íþróttafélaga, til vara Guðmundur Jónsson. Steindór Tómasson og Björk Grétarsdóttir sveitarstjórn. Og það er lust. Marta? Já, takk fyrir. Þetta verður bara spennandi vinna sem fer fram. Mér líst vel á þennan hóp. Ekki rétt í þessu að við kannski felum einhverjum að kalla hópinn saman? Einhver formaður? Eigum við að skipa formanninn? Eða velur hópurinn sér formann bara á fyrsta fundi? Hver á að kalla hópinn saman? Það er svona fyrsta spurningin. Svo líka í þessari fundagerð þá hérna vísað í að það eru drög lögð fram á dagskrá viðburða heilsueflandi samfélags. Ég sé þessi drög hvergi. Það vantar fundargögn. Það vantar einhver gögn þar með. Mér finnst ekki að við getum sagst leggja eitthvað fram og það er ekki lagt fram. Takk. Takk fyrir það. Já, ég myndi nú... Já, Ágúst fyrir því. Já, og var áttið þessi það er aðtöga það að það fylgir ekki þetta með nefndinni þá verður bara að skoða það. Það er eitthvað ómulegt. En ég legg annars til að við þurfum að tilnefna eitthvað til að kalla saman hópina, þá sé það Björk Grétarsdóttir, oddviti og formaður íþrótta- og tómstundanefndar. Nei, var það ekki bara að bæta því í? Bara... Bókun? Já, þetta er bara bókun. Það er bara. Þetta er bara upplagt. Spurning hvort við ættum bara að taka fundarlið og hafa þessi gögn þannig að þau séu með og við þurfum bara að varpa þeim upp og þannig að þau séu ekki eitthvað. Ég ætlaði ekki það. Það er að byggja það orð. Já, er það ekki? Já. Hvort það? Já. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun íþrótta- og tómstundanefndar og eftirtali myndi stýrihóp heilsueflandi samfélag. Það er Sigríður Hannesdóttir fyrir hönd eldri borgara, til vara Jón Ragnar Björnsson. Árbjörg Sunna Markúsdóttir fyrir hönd ungmennaráðs, til vara Goði Nýr Guðjónsson. Ástþór Jón Ragnheiðarsson fyrir hönd íþróttafélaga, til vara Guðmundur Jónsson. Steindór Tómasson og Björk Grétarsdóttir sveitarstjórn, til vara Margrét Harpa Guðsteinsdóttir og Harald Eiríksson. Björk Grétarsdóttir er farið að stýra hópnum. Sveitarstjórn óskar jafnframt eftir að fá drög að dagskrá viðburðar sem vísa er til í fundargerðinni. Og það er lust. Þeir sem geta samþykkt tillöguna, samþykkt samhljóða. Þá er það liður 6. Starfshópur aðstöðu mál Helluskóla, skýrsla faghópa og ákvarðanir næstu skref.
Fyrir liggur sameiginleg skýrsla faghópanna tveggja byggingu á nýju leikskóla á Hellu og aðstoðarmál grunnskólans á Hellu. Í ljósi niðurstaðna sem fram koma í skýrslunni tillaga að mynda verði einn faghópur fyrir áframhaldandi undirbúning vegna þessara tveggja verkefna. Í faghópnum starfi Björk Breiðsdóttir, oddviti og formar Odda BS, Margrét Harpa Guðsteinsdóttir, sveitarstjórnarfulltrúi, Tómas Haukur Tómasson, forstöðumaður eigna- og framkvæmdasviðs, Auður Erla Logadóttir, leikskólastjóri Heklukots, Kristín Sigfúsdóttir, skólastjóri grunnskólans á Hellu, Haraldur Birgir Haraldsson, skipulags- og byggingarfulltrúi og Ágúst Sigurðsson, sveitarstjóri. Verkefni faghópsins verði að undirbúa verkefnið hvað varðar skipulagsmál á skólasvæðinu, taka saman vinnugögn við hönnun og þess háttar, gera tillögu að fyrirkomulagi hönnunar og vali á leiðum, setja upp tímalínu og helstu vörður og undirbúa íbúafund í vikunni 16-22. mars. Þar sem meðal annars verður farið yfir verkefni og leita eftir viðbrögðum frá íbúum. Gert ráð fyrir að undirbúningi verksins verður lokið fyrir 15. nóvember 2020. Þannig að hægt verður að bjóða út fyrstu verkþætti árið 2021. Og orðið er laust. Tillöguna. Ágúst. Já, og þetta kannski eitt sem að ég myndi óska eftir að við getum kannski rætt hérna varðandi mikilvægan íbúafund eða íbúafundi sem verður að gera þarna tillögum að verði á þessum tíma hann í mars næstkomandi. Ég held að vera ágætt að það væri umræða aðeins það hvernig við ættum að hafa þá fundi og hvenær dags og hvort við að vera helgi eða kvöldi til og slíkt. Þannig að ef fólk hefur skoðanir á því þá var þetta þessi mjög gott að það komið fram. Og auðvitað best að við getum neglt niður dag. Það er ýmislegt að gerast, það er þétt dagskrá hjá íbúum og þannig að það væri ágætt ef það væri hægt að fá umræðum það. Það er kærkomið að kynna þetta á þessu stigi þar sem við erum búin að undirbúa, þessir undirbúningshópar hafa búið til sína skýrsluna GOR sem að reyndar er síðan orðin sameiginleg skýrsla því að það er ótrúlega samhljóma virðist vera í svona þessum grófum dráttum. Þannig að það er kærkomið að sem sé geta kynnt þessa skýrslur vel og leið og við notum tækifærið og kynnum auðvitað önnur mál hjá sveitarfélaginu eins og fjármálin sem eru auðvitað grunnurinn undir það að við getum gert eitthvað í. Þannig að þetta er svona spurning hvort við náum að ræða þetta eitthvað á þessum vettvangi. Takk fyrir það. Stund. Þetta er nú bara hugkvæmt að sé ekki hægt að setja bara svona einfalda könnun hérna á heimasíðuna jafnvel. Það er svona, eða Facebook að síðu kannski gefnir einhverju tvö kostir. Ég sjálfur myndi bara algjörlega fyrir sjálfan myndi ég frekar vera sjálfur fara kvöld heldur helgi og geti sem ímynda mér að væri eins og einhverjum að þeir ekki þá upptekni einhverju öðru en hvort það væri eitthvað setja bara rafræna könnun svona rétt til hliðsjónar. Við getum alltaf þá ekki ákveða það núna sem sagt hvað þessi hluti verður. Já, takk. Ég held samt að vera rosalega gott hjá okkur ef við getum snellt dag núna sko. Þetta væri farnægt. Spurning hvort að við ætlum kannski að koma með tillögu að einhverjum 2-3 dögum og setja það í könnun. Já, ég held að það væri mjög sterkuleikur. Já, ég myndi það að gefa kost á einhverjum tímum með kjósaðum milli. Þetta væri mjög gott hjá okkur að ákveða hjá Margréti. Já, mér líst bara mjög vel á þetta og sérstaklega negla daga en ég tek undir með Steindóri. Það væri fínt að setja upp könnun. Ég stingu upp á til dæmis annarkvort mánudagskvöld frá klukkan 8 eða þá laugadagur klukkan 12. Ég veit að laugardagsmorgnar, ef þið viljið fá barnafólk, þá eru laugardagsmorgnar ansi þétt setnir í tómstundum orðið því þeir nást ekki inn á samfellstíma á virkum dögum, þannig að laugardagsmorgnar eru orðnar ansi þétt setnir. Þannig að það er spurning hvort við ættum að stinga upp á mánudegi klukkan 8 og
eða laugardegi klukkan 12, hádegisfundur sem getur það verið súpufundur og við getum falið byggðaráði að núna á byggðaráðsfundi núna næsta byggðaráðsfundi að ákveða tíman og auglýsa að könnunum verði framkvæmt fram að næsta byggðaráðsfundi og sveitarstjóri bara falið að finna hvort það er best að gera hana, hvort það sé möguleika að gera hana á heimasíðu eða á bara Facebook eða með hvaða hætti er best að gera þetta. Takk. Já og fyrirgefðu, ef við má bæta við. Ég er nú búin að vera í báðum þessum stýruhópum og það er bara virkilega gaman að fá hugmyndirnar og gaman að sjá að það er mikill samhljómur milli grunn og leikskóla. Það er vilji til að vinna saman þar og það er ofsalega gaman að finna þennan anda. Þannig að mann hlakkar til að heyra svona hvað íbúum finnst þetta og bara vona að sem flestir mæti. Takk. Takk fyrir það. Svo. Ég ætla að taka undir með Margréti því ég er búin að vera í þessum hóp líka og rosalega flott og skemmtilegt starf sem er búið að vinnast á þessum tíma. Mjög skemmtilegt að vinna þessu. Og ég er samt að ég held að svona súpufundir geta verið alltaf skemmtilegt. Bara svona kannski, maður þarf kannski stundur líka að selja svona fundi. Það geti verið svolítið vænlegt til árangurs. Ég held að flestir hafa bara nóg að gera á virkundögum. Allir í einhverju og börnin náttúrulega mjög upptekin, þannig að ég held að laugardagur hádegi væri bara mjög fínn tími. En líst vel á að setja inn konu. Takk. Já, stundur. Ég styð að sjálfsögðu súpufund. Frekar. Það leiðir ekki um magans. Já, og þetta er bara, þetta skiptir nefnilega máli að reyna að fá fólk, sko. Og auðvitað held ég að við ættum að reyna að vera með streymi frá þessum fundi þar sem og að fólk geti sendt inn spurningar. Við getum allavega að prófa það og það er auðvitað svo tæknir fyrir hendi og á að vera hægt að gera það frekar einhvern hætti. Þannig að því að þetta er svona, þá er þetta svona samhangandi línulegt form. En svona könnun getum við örugglega reynt að gera. Við höfum gert þetta með góðum árangri hjá sorpstöðinni, þar sem við fengið alveg ótrúlega góða svörun. Það er bara spurning hvaða svörum við fáum hérna, gegnum Facebook síður sveitafélagsins. Eigum við að segja þá, við að skoða dagatali hérna hjá mér, það var laugardagurinn 21. mars. Já. Það ætti að setja hann í loftið og kanna hvað kannski er eitthvað risastórt að gerast þá sem að rekst á. Að setja inn spónokkurna 21. mars eða 16. 21. mars. Eldgos á Reykjanesi. Er ekki hægt að hafa 16. Já, eins og segja, mánudagurinn 16. eða Já, kvöldfund eða þá 21. mars. Ég veit náttúrulega að kartöfluball í Þykkvabænum 21. kvöldið. En það er bara já. Það voru bara tómatasúpa, ekki kartöflusúpa. Já, þetta er bara, já. Ef við að gera tillögu að, ef við ekki bara fela þá sveitarstjóra bara að koma þessu. Eða kynningar og eitthvað. Já, hann talið þá við kynningar. Sveitarstjóri, já, sveitarstjóri. Sveitarstjóri bara kemur hjá hann. Akkurat. Hvernig hljóðaðu bókun? Og þessi bókun þetta er svona eitthvað sem kemur öllum við.
Þá hérna komin það sem að mér fannst því að segja. Það hnyttist þá þarna við með leyfi fundarstjóra, sveitarstjóra fann að gera netkönnun á því hvaða fundartími væri hentugastur og stinga þar upp á kvöldfundi þann 16. mars eða hádegisfundi laugardaginn 21. mars. Við varum að taka fram hádegisfundinum með súpu. En kvöldfundur með vatni. Já, þá kom allir á vatnafræð. Ekki, það kemur bara fram í könnu, það ekki frekar. Þetta er bara fint. En við gera punkta eftir 16 og fara fyrir mig. Já. Og leggja fyrir næsta byggðarfund. Já. Já, við tökum þá undan ákvörðun. Hvort verður. Já. Mjög gott. Já, þetta er bara mjög gott. Já. Og ég að lesa þetta aftur, þannig að restina sem bættist við. Er ekki réttast að hafa þessa sveitarstjóra, þetta sem vorum að má, Já. að hafa þetta bara neðst? Tala fyrst verkefni faghópsins og koma svo með. Örugglega rétt. Jú, þetta væri réttast að hafa þetta þarna. Er það ekki? Þetta er partur af afgreiðslunni. Svo bara í nýri málsgrein. Svo. Hvaða fundartími verið hentugastur fyrir íbúafund? Lesið þetta aðeins í já. Þá les ég hérna viðbútina við. Sveitarstjóra falið að gera netkönnun á því hvaða fundartími væri hentugastur fyrir íbúafund og stinga þar upp á kvöldfundi þann 16. mars eða hádegisfundi laugardaginn 21. mars og leggja fyrir næsta byggðarráðsfund til ákvörðunar. Og það er hlusti bara, segja mér það. Svo er ekki að byrja þess til og upp, þeir sem geta samþykkt skjöfmerkinn, og það er samþykkt samhljóða. Og fagna þessu hvað þetta mál er komið vel á stað. Liður 7. Bílaplan á Hellu, stöðlegi fyrir matavagn 2020. Hermann Rúðnarsson og Guðbjörg Ágústsdóttir sækja leyfi til að staðsetja og starfrækja matvagn sinn á bílaplaninu sunna við menningarsalinn á Hellu. Áforma er að starfsemi hefjist 1. maí og ljúki 30. nóvember 2020. Tillaga er að gefa þeirri stöðleyfi frá 1. maí 2020 til 30. nóvember 2020 til Hermann Rúðnarssonar og Guðbjörgar Ágústsdóttur fyrir matvagn og bílaplan. Við bílaplan miðjunar. Og orðið raust. Þeir sem geta samþykkt skjöfmerkið. Það er samþykkt samhljóða. Liður 8. Sveitarfélagið Kati eitthvað Litáin, ég var ekki búin að æfa þennan framburð, afsökunum á því. Óskum samstarf. Laima Kati fyrir hönd sveitarfélagsins Kati í Telsví í sýslu í Litáin vill kanna áhuga á mögulegu tvíhliða samstarfi við Rangárþing ytra varðandi samfélagsverkefni. Lagt fram erindi frá Laimu Jakarta fyrir hönd sveitarfélagsins Takai í Teljai sýslu í Litáin varðandi mögulegt samstarf. Tillagar að vísa erindum til byggðarráðs til umfjöllunar og tillögu gerðar. Orðin Ágúst. Já, og þetta er kannski bara að skýra þetta aðeins út, þetta fylgdu þessi gögn
svona kynning á þessu. En eins og ég skil þetta þá snýr þetta í rauninni að því að íbúar á þessu svæði eru að leita leiða til að móta sitt samfélag. Það er auðvitað öðruvísi bakgrunn þarna heldur en hér hjá okkur. Sveitarstjórnir eru myndaðar með öðrum hætti heldur en hér. Þarna eru sem sé bara aðra leiðir í því og þetta er í rauninni heimafólk sem er að leita leiða til að bara finna leiðir til að breyta svona sínum samfélagsstrúktúr hvað þetta varðar. Þannig að það er í rauninni verið að leita eftir bara, held ég, svona samráði að koma í heimsókn og hitt og fólk hér og með þeim hætti. Það er þarna sjóður sem hægt er að leita í greinilega, væntanlega til þess að fyrir þau til að geta ferðast eða haldist líka fundi eða ráðstefnur eða málþing og það er þannig samstarf sem að verið að leita eftir. En ég hef ekki kafað mjög djúpt í þetta en ég held að þetta sé fyrst og fremst þetta. Þarna eru svona öðruvísi þarna eru myndaðar á öðruvísi sveitarstjórnir heldur en hér og menn er að sjá fram á kannski nýja tíma í því. Þar sem að ríki stýrði öllu í það að fólk kýs hér sveitarstjórn. Þannig að þetta þarf að skoða betur. Já, takk fyrir þetta ekki lega. Var þetta það? Já, takk fyrir. Já, mér finnst ekki alveg nægilega skýrt í erindinu hvað er verið að fara fram á. Þannig að mér líst bara vel á þessa afgreiðslu og fá bara meiri upplýsingar í hverju þetta samstarf felist. Takk. Og þessum hópar ég þetta upp og þessum líka samfélg ég verður. Samfélg samhliða. Við erum nýju heimsókn til danskra sveitafélaga. Þáttaka í sammeili ferðsamtaka sunnlenskra sveitafélaga 9. til 12. mars næstkomandi. Tillaga að fulltrúar frá Rangárþingi Ytra taki þátt í skipulagðri ferð á vegum SAS til Danmerkur þar sem nokkrar sveitafélög verða heimsótt. Gert er ráð fyrir að alls fari 60 í ferðina og er það miðað við að 4 fari frá hverju sveitafélagi. Brottför er að morgni mánudagsins 9. mars og heimkoma síðdegis 15. 12. mars næstkomandi. Gert er ráð fyrir að frá Rangárþingi Ytra færu oddvitar beggja sveitarstjórnarlista ásamt sveitarstjóra. Heildarkostnaður vegna ferðanna áætlað 625.000. Gert er ráð fyrir að þetta rúmast innan fjárhagsáætlanar og fært á sameiginlegan kostnað. Og orðalaust. Steindór. Bara gott mál að víkka Sjóndaldarhringinn fyrir okkar ágætu fulltrúa. Og þetta er örugglega bara Við sýnumst á dagskránum og sé verulega þétt. Það bara lítill tími til þess að skemmta sér eitthvað öðru leyti en því að kynna sér. Þannig að það verður greinilega mikið af upplýsingum sem verður tekið. Fást í þessari ferð og örugglega eitthvað tekið saman fyrstu punktar. Þannig að þetta er mjög gott framtak hjá SAS. Sammála því. Þetta er mjög gott að fá þig fullað ferskum blæ. Fleiri? Þess að geta, já, Ágúst. Já, oddviti, kannski bara maður fer að hugsa kostnað. Það er þess virði alltaf, en ég held að þetta sé nokkuð nærri lagi, að þetta sé 625.000 fyrir þessa þrjá. 143.000 er flug og gisting og síðan eru rútuferðir og annað sem þarf að standa skil á og uppihalda þetta. En við fórum yfir þetta skoðuðum í fjárhagsáætluninni okkar og teljum að við eigum þá geta bara fundið þessu stað, fundað minna einhvers staðar annar staðar innan sem sé í málaflokknum sameiginlegu kostnaður sveitarstjórn. Þannig að þetta er ekki að vera auka kostnaður miðað við fjárhagsáætlun. Já, maður spyr alltaf, er þetta þess virði, en ég tel náttúrulega við erum hluti af SAS og ef þeir eru að skipuleggja svona, dagskráin er mjög þétt og mjög spennandi. Það er margt sem á að skoða og þetta kannski passar alveg inn í það sem við erum að gera. Við erum náttúrulega í svona, hérna á Íslandi, það er verið að hugsa sameiningu sveitarfélaga og þess áttar, þannig að það er ýmislegt
það er mjög spennandi hlutir þarna sem verið að kynna. Þannig að ég allavega vonast til að fá töluverða vitneskju og geta fá miðlað henni áfram. En okkur ber eiginlega, manni finnst náttúrulega þetta, ef að SAS að skipuleggja þetta, út af einhverju það, þá finnst manni einhvern veginn að sveitarfélaginu og mér skilst að sveitarfélag taki þátt í þessu. Takk. Það er fram á því, þeir sem geta samtíð þetta, ekki merkjum. Það er samtíð. Þá liður 10, erindi og spurningar frá álistan. Og 1. Rit Hellusögu á 13. fundi sveitarstjórnar 8. september 2019 kom fram að verið væri að ganga frá myndefni og bókin væri að verða tilbúin til prentunar. Hver er staðan á ritun Hellusögu og hvenær er áætlað að verkið komið út? Ágúst. Já, ekki bara bregðast því strax? Jú, ekki bara svarið við þessu, ég veit svo til að ég átti fund með þeim sem eru í þessu fjöðarbók og útgáfan nær tilbúin til prentunar og þannig að það er mjög stutt í þetta. Það er stemt að útgáfa á þessu ári, vonandi snemma á þessu ári en alveg örugglega á þessu ári og nákvæm útgáfa dagsetning liggur ekki fyrir. Ok, takk fyrir það. Ekki bara klára hennar lið og svo ekki gera það bara. Svo lið 2 íbúafundur rekstur á 8. fundi sveitarstjórnar 14. febrúar 2019 var til að álista íbúafund rekstur samþykkt samhljóða á sveitarstjórn og sveitarstjóra falið að undirbúa fundinn og tímasetja. Nú árið síðar hefur ekki verið boðað til fyrrnefndsfundar. Hvað veldur því að sveitarstjóri framfylgi ekki þeirri ákvörðun sveitarstjórnar? Það fær upp. Já. Komið að hluta þér kannski fram, Ágúst? Já, því til að svara ótvíti að þær dagsetningar sem miðað var við gengu ekki upp af ýmsum ástæðum og því frestuðust þessi fundi. Það var bara svo viss. Stemt að íbúafundi í vikunni 16. til 20. mars eins og komum við fram á þessu fundi þar sem kynnt verða fjármál sveitarfélagsins og einnig kynnt og veit svo vinna sem hafin undirbúning fyrir nýjan leikskóla á Hellu og við byggingu við grunnskólann á Hellu. Þannig að það bara fannst ekki rétta dagsetningin í fyrra, það var bara þannig. Þannig að ég legg fram þetta svar hérna við þessu. Takk fyrir það. Þá er liður 3, endurnýjun félagslega íbúða sveitarfélagsins á öðrum fundi sveitarstjórnar 13. september 2018 var ákveðið að sveitarfélag myndi kaupa 6 fullbúnar íbúðir og átti afhending þeirra að vera árið 2019. Hefur sveitarfélagið fengið þessa íbúðir afhendar, af hverju er sveitarfélagið nú að auglýsa íbúðir til leigu í 331? Eign sem sveitarfélagið seldi árið 2018. Ágúst. Já, því til að svara ótvíti að sveitarfélagið hefur keypt og fengið í sínu umsjá 5 íbúðir og reiknaði með að svo 7. verði afhent í lok mars 2020. Þessar íbúðir eru komnar í útleigu í samráði við félagsþjónustu Rangárvall og Vestur Skaftafellssýslu BS. 331 hefur verið afhentur nýjum eiganda en að hans ósk hefur sveitarfélagið haft milligöngu útleigu íbúðana út árið 2020 en í flestum tilfellum eru leigjendur starfsmenn sveitarfélagsins eða skjólstæðingar félagsþjónustunnar. Takk fyrir það. Já, Yngvi, varst þú ekki með fyrsta lið? Jó, ég alltaf nú bara að segja að mér finnst þetta svona að vera orðin hálfgerð sorgarsaga þessi útgáfumál á Hellusögunni. Þetta er búið að vera alveg skelfilegt viðuregnar og vonandi fer þessu að ljúka. Held ég fyrir þessi allra hagur í því. En svo sem kæmi mann ekkert óvart og að myndi dragast áfram. Þannig er hún öllu vanur í þessu. Handa Björnssoni, Margrétar, varst þú? Já, mér langaði bara aðeins að spyrja í framhaldi af þrúðvangi 31. Er sem sagt sveitarfélagið milligöngu aðili allar íbúðarnar þar
já, það er bara það aðalega sem við vantar að vita. Já, Eða bara þessar 2 sem er nú að vera að auglýsa. erum við ekki með, já, Ágúst. Og ég get svarað því og þetta, sem sé, við erum sem sé milli göngust allar íbúðurnar núna út þetta ár. Það er enda þannig líka að því að við erum ekki búin að fá allar íbúðurnar afhentar, þá erum við ennþá að fá að nýta veðsetningu á 331. Það er ekki bara að flytja veðið yfir á nýju íbúðurnar. Það er bara samkomulega það við þennan eiganda. Hann gerir enga athugasemd við það. En það er verið að flytja þetta núna yfir hjá Íbúðalánasjóði, yfir á þessar nýju íbúðir og það mun klárast núna bara á næstu mánuðum, eða á þessu ári alveg örugglega. Og við höfum bara milligengist það að leigja þessar íbúðir áfram og það er bara á því verði sem að viðkomandi eigandi leigir þær á í rauninni. En við gerum ekkert annað að finna leigjendur. Það er bara laus. Og þetta er líka í samráði við félagsþjónustuna. Það eru ennþá íbúðir og skjólstæðingar, skjólstæðingar þar sem að íbúðirnar í 331 henta betur heldur en þessar nýju íbúðir, það bara hagar þannig til akkurat núna. Þannig að það er þessu málefni í hag og við höfum aðgang að íbúðunum. Þannig er það. Takk fyrir það. Og fleiri sem þá er þetta bara að koma. Takk fyrir þetta. Þá er það liður 11. Umsókn og styrk vegna Þorrablóts. Þorrablótsnefnd Holtamanna. Fyrir liggur erindi frá Þorrablótsnefnd Holtamanna með ósk að fá styrk á móti húsaleigu á Laugalandi til að halda blótið. Í allmörg ár hefur gilt sú regla að Þorrablót og kartöfluball íbúi Rangóðan Gitra sem haldin í húsnæði sveitarfélagsins hafa greitt lágmarksgjald sem nú er 439 krónur á miða í húsaleigu. Þessi greiðsla hefur verið hugsuð til að standa straum af beinum kostnaði íþróttamiðstöðvanna vegna þrifa, rafmagns, húsvörslu og slíkra þátta. Tillaga er að hafna erindinu en taka fyrrgreindar viðmiðunarreglur jafnframt til endurskoðunar og vísa til undirbúnings næstu fjárhagsáætlunar. Og orðið er laust. Þetta er ljós og þessi getur samþykkt, gefnir. Samþykkt samhljóða. Lið 12 til umsagna frá Alþingi, málasafn 2020-210-13. Mál nr. 50, 64 og 457 lagt fram til kynningar. Liður 13 umsókn um tekjuferðisleyfi kartöfluball 2020 beiðni frá sýslumanni Suðurlands til að sveitarstjórn geri ekki athugasemd við tekjuferðisleyfi til að halda kartöfluball í íþróttahúsinu Dykkabæ 21. til 23. mars 2020. Umsækjendur og ábyrgðarmaður eru Jóhanna Lilja Þjóðmársdóttir, kennitala 0905594359. Orðið laust og þeir geta samþykkt gjöfmerki. Það er samþykkt samhljóða. Er þetta rétt afstöða? Ég er með Vel í lagt með tímasetningu á? Já, 21. til 23. Þetta verður. Þetta er langt af. Nei, Ég ætla ekki að vera að vinna allan. í umsókninni stendur 21. til 22. mars. Já. Já, Já, Þetta lagði fram. verður bara. þetta er villurs innbrentum. Þriggja daga brot. Já, það þýðir ekki mér. Þetta er svona eins og var þegar Egill Skallagrímsson og fleiri voru að halda veislur. En þá er liður 14, umsókn um tekjuferðisleyfi Laugalandi, beiðni frá sýslumanni Suðurlands og til að sveitarstjórn geri ekki athugasemd við tekjuferðisleyfi til að halda Þorrablót á Laugalandi 22. til 23. febrúar 2020. Umsækjandi er Ungmennafélag Ingólfur, kennitala 6601695989 og ábyrgðarmaður Harald Reynisson. Og þeir sem geta samþykkt gjöfmerki. Þetta geta hjá Já, það er samþykkt. Nei, þú mátt bara samþykkja þetta.
með einu og Haraldur situr hjá. Liður 15 viðbygging, íþróttahús, verkfundir. Fundargerð 10 lagt fram til kynningar. Liður 16 HES stjórnarfundur, fundargerð frá 4.2.2020 lagt fram til kynningar. Liður 17 73. fundargerð frá 7.2.2020 fundargerð lagt fram til kynningar. Liður 18 skoðun á sameiningu sveitarfélaga, fundargerði frá 2. og 3. fundi starfshóps lagt fram til kynningar. Ágúst. Já, og þetta er kannski bara upplýsum það að var, 4. fundur var í fyrradag, Austri Vík. Það var þá fyrsti fundur með, bara til að upplýsa hérna sveitarstjórnar, fyrsti fundur með þessum ráðgjöfum sem eru þá að leiða þessa vinnu, Róbert Ragnarsinni og hans samstarfsmanna. Þannig að það ætti að koma þá svo fundargerð fyrir næsta byggðarráðsfund. Já, ég tel bara mikilvægt í þessu að láta þessa fundargerðir örugglega fylgja fundargerð sveitarstjórnar þannig að fólk geti skoða og hvet fólk til að fylgjast með hvað er verið að gera. Takk. Takk fyrir það. Og þá það liður 19 Bergrísins stjórnarfundur, fundargerð frá 21.1.2020 lagt fram til kynningar. Liður 20 Samband Íslenskra sveitarfélaga fundur 878 fundargerð frá 31.1.2020 og lagt fram til kynningar. Og þá dagskráin pennt hjá okkur og að loknu yfir flestu fundargerðar og samþykktar þá sé ég fundi slitið. Takk fyrir.